Hvað var mörg? Það er ná slappi. Núna ætlum við að gera sultur. Við byrjum að gera ljúffenga blábærasultu. Það getur ekki verið mikið einfaldara að gera sultur, því oftast er þetta bara sykur og ber og bragð með eiginvali. Við ætlum að gera bláberjar og þá setjum við jafn mikið af berjum og frá sykri. Svo er önnur frábær sulta sem er reyniberjasulta. Hún er rosalega góð með ostum og það þarf að setja hann í vatn 5 sinnum áður en hún er sett inn í sykurvatn og það er til að losa remmun úr benum. Nú verður hún frábær með ostum og til þess með eftirréttum sem að kalla á svolítið svona rangt bragð. Og fjórða sultan okkar er villihindber. Þessi planta vex villt til dæmis í hlíðum Esjunnar og margir hafa tekið afleggjar að hafa í görðum, til dæmis eins og ég. Og það er alveg 20-30 ber og þess vegna er gott að setja líka óþroskuð rifsber til að fá smá bindingu og lím í sultuna og nokkur óþroskuð jarðarber. Þessa sultu ætlum við svo að krydda með vanillu og sítrónubörk. Hrásykur til helmings. Það má setja smá vatn með til að flýta fyrir suðunni. Hérna er ég með ferska vanillu. Sett bæði fræin og hýðið. Sker fræin úr. Smá litur af sítrónubörk. Svo setjum við smá ferska safaðis. Við setjum líka smá börk í albareini, sultuna, og læm. Ég vil ekki suðuróða sultuna lengur svo það missi bragðið og ávöxtunum. Nú byrjum við að setja óþroskuð jarðarber í botninn sem er búinn að kryddeggast aðeins í sírópinu. Smá hindber af sírópinu. Brauðið smá skíði. Það er hægt að setja þetta í svona hindberspleru og karamelluðu bláberjunum. Svo bara vel að íslenskum rjóma.